ME tauga- og ónæmiskerfissjúkdómur sem veldur örmögnun eða þreytulömun sem varir lengur en í 6 mánuði. Sá sem þjáist af ME þreyttur flestum stundum og getur átt í erfiðleikum með að einbeita sér við dagleg störf eða athafnir. Önnur einkenni geta verið hálsbólga, hiti, vöðvaslappleiki og höfuð- og liðverkir. Ég gerði mig grein fyrir ég var með ME þegar ég var mjög veikur af flensu og batnaði bara ekki eftir það. Ég var rúmliggjandi í 2 ár, svona 98%. Viðbrögð lækna við þessu voru þannig að þau einhvern veginn svona horfðu bara í gegnum mig og áttuðu sig engan veginn á því hvað þetta var erfitt ástand. Svona vísuðu mig gjarnan á einhverja aðra sem áttu að vita eitthvað meira og ég var svona eins og billjardkúla á borði og það var hvergi gat fyrir mig til að komast ofan í, sko. Í raun og veru brugðust læknar þannig við að þeir afneituðu þessu. Ótrúlega erfið upplifun að vera svona mikið veikur og vera hafnað svona algjörlega, sko. Það er komin hefð fyrir því sem að byrjaði fyrir það byrjuði 30 árum að rannsaka ME sem andlegt ástand. Það verður að fara að sparka þessu bulli endanlega út úr kerfinu. Þetta er mjög erfiður taugasjúkdómur. Alþjóðleg skilgreining á ME frá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni, WHO, post-viral fatigue syndrome, merkt G93,3. En þetta sérst taugasjúkdómur og hann greindur sem slíkur og búinn að eiga sitt greininganúmer hjá WHO, þar að segja Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni alveg síðan 1969, ef ég man rétt. Þrátt fyrir að þessi sjúkdómur sé vel þekktur og búinn að vera þekktur mjög lengi, þá virðist þetta samt vera svona hulin ráðgáta. En það virðist að vera erfðir, mögulega umhverfi, eitthvað á umhverfinu og svona ýmsir þættir sem að spila inn í. Fékk mikla ljósfælni, þarf ofta að vera með sólgleru, verki í augum, stífur háls og mikli verkir. Svo þessi flensu líka einkenni. Margir fá ofnæmi, óþol, matar og ég alveg búin að taka það í gegn hjá mér. Hjartsláttartruflanir, lárþrýstingur, svimi, dettin og þessi taugakippur. Ég fæ svona taugakippi bæði í augun og svona í hendina stífna svona. Það er margt mjög flókið þessu. Það er ekkert svona sem er algjörlega hægt að festa hendi á sem að gera þetta mjög erfitt. Þannig að greiningagangan og það að reyna að fá bata er mjög erfið fyrir fólk. Ég veiktist af ME 2008 þegar ég var 9 ára. Ég var alltaf heima og það var óvenjulegt fyrir 9 ára barn að ekki vilja fara út að leika sér. Ég vildi ekki gera neitt. Það var ekki einu sinni hægt að horfa á sjónvarpið. Það var of bjart fyrir mig og ég var bara upp í rúmi. Það var alltaf slökkt á ljósum og allt dregið fyrir. Á Bretlandi var sett hana í gegnum prógram. Á þeirri tíma héldu að þetta væri sýking í heilanum þar sem við þurftum að hvíla heilanum á 10 mínútna fresti. Þannig við þurftum að gera grein fyrir hvað hún gerði allan daginn. Við héldum svona dagbók, við þurftum að senda inn á hverju viku og við fengum mikið stuðning frá spítalanum hana í bað. En svo eftir komum 4 ár og mér fannst eins og Anna var alltaf að versna. Þá ákveðum við saman að bara nota það sem við fengum í rauninni út úr þessu prógram og það var í samtíð svefnin, halda alltaf sömu svefntímana, passa upp á þessu matur, aldrei gera neitt eins og áður fyrir, áður nú veiktist maður kannski datt í hug að fara að hjóla eða fara niður í bæ eða eitthvað, við erum búin að planna hlutina. Ég bara reyni mitt besta á hverjum degi, það er ekki eins og ég get gert eitthvað annað. ME-félagið